Herra, talandi dans, þetta var flottur dans í kvöld hjá þessum hörkuliðum. Já, þetta var spennandi leikur, 2 góð lið. Ég hef nú viljað sjá betur leikinn hjá báðum liðum, en þetta er svona barðismerki að það voru lið sem ætluðu sér að vinna og vera eina liðið sem er taplaust. Þannig að, en ég var ánægður að munni það. Hvernig gekk leikplanið hjá þér þar sem þú settir upp fyrir leik? Ég verður að veikina að gekk ekkert sérstaklega, en varnarlega gekk ágætlega síðustu kannski 3 mínútur. En svona meira og minni fyrirháleik þá var þetta allt út um allt og ekki alveg eins og ætlum. Og það er kannski bara spennustig hátt og það er alveg viðbúið, en þær náðu alltaf að koma sér aftur í leikinn og gera svona ágætt. En það sem er skemmtilegt við þetta er að við getum alltaf bætt okkur. Eitthvað sem þú sagst í kvöld sem þú getur jafnvel lagt áherslu á næstu vikuna eða á næstu æfingu? Já, þó nokkuð mikið. Hellinga hluti bæði sóknarlega og varnarlega okkur sem við þurfum að bæta okkur í og bara skemmtilegt að kljást við það. Pálína talaði um að í einu leikliðinu þá hefði þú verið harðorður í þeirra garð, eitthvað sem hægt er að hafa eftir hérna? Nei, þú vilt ekki heyra það. Þetta er bara, mér fannst eitthvað þurfa að breyta aðeins hugarfarinu og ég held að það hafi samt ekkert hjálpað. Það er bara ákveða að fara að spila þetta betur. Vörnin, stæðisvörnin, sló Snæfell út af leiðinu inn í 4. leikluta og kom ykkur aftur inn í leikinn? Já, síðustu mínúna var hún mjög góð. Við höfum prófað þetta árið 4. leik og þá hlupum við út um allt og gátum ekki neitt, en þetta var flott hjá mér restina og það er náðu að loka sér vel.